Halló, ég heiti Björn og í dag ætlum við að skoða hvernig ímynd gervigreindar breytist eftir því hver segir söguna og hvernig vísindaskáldskapur og fræðileg umfjöllun líta á framtíð með AI. Við erum einnig skoða hvort einhver saga eða kvikmynd sér nær raunveruleikunum þegar kemur að óskorun og möguleikum AI. Þá ætlum við að ræða hvernig AI getur haft áhrif á samfélagið, vinnumarkaðinn og stöðu mannsins í framtíðinni. Ímynd gervigreindar fer mjög eftir sjónarhorni þess sem segir söguna og í vísindaskáldskap eru tæknilausnir oft dramatískar og ógnvekjandi þar sem AI fer að hafa stjórn á mannkyninu eins og við sjáum í Terminator eða Matrix, báðar mjög góðar myndir. Í fræðilegu greinum er AI oft lýst sem svona tæki sem við getum nýtt til að bæta líf okkar. Sjálfsögðu með því að hafa svona ákveðnar security measures. Sumar kvikmyndir og sjónvarpsþættir eins og Black Mirror leggja áherslu á samfélagslega áhrif og siðferðislegar spurningar sem vakna með notkun AI. Vísindaskáldskapur og fræðileg umfjöllun nálgast AI alveg á sitt hvorum endanum. Skáldskapur oft svona, hvað ef þetta væri hræðilega úrskeiðis? Eða meðvitaður AI sem tekur stjórn, eða einhver vél sem lærir of mikið og hættir að hlýða. En í fræðigreinum er þetta meira hvað er hægt að gera núna og hvernig getum við þróað þetta á öruggan hátt. Munurinn er sá að skáldskapur reynir að vekja tilfinningar eins og hræðslu, spennu og von, á meðan fræðigreinar reyna að halda sig við staðreyndir og tölur. Bæði skipta máli, væntanlega. Annað fær okkur til að pæla og hitt heldur okkur jörðuð. Og já. AI getur verið magnað, en líka svolítið skelfilegt. Við erum að tala um tækni sem getur hjálpað okkur með læknisfræði, jafnvel menntun, en það er líka hættunar eins og í Ex Machina. Ég veit ekki alveg hvort ég að segja það rétt. Ex Machina, eitthvað hannig. Þar sem AI fær eigin vilja, eða bara raunverulegar áhyggjur eins og að fólk missi vinnuna, eða að AI verði notað til að búa til deepfake myndbönd og falsfréttir og hernaðartæki með þessa. Það sem skiptir mest máli er að við höfum stjórn, ekki bara tæknina. Svo já. Og þá kemur siðferðið. Því ef AI tekur ákvörðun, hver mun bera ábyrgð? Er það sá sem bjóða til? Sá sem notar það? Eða er það bara AI það sjálft? Þetta eru erfiðar spurningar, sérstaklega þegar kemur að hlutum eins og að fylgjast með fólki, búa til falskan raunveruleika eða þegar AI ákveður hvort einhver fái lán eða ekki. Það þarf að passa að þessi kerfi sé réttlát, gegnsæ og ekki bara byggð á gömlum gögnum sem innihalda fordóma. Þetta er eitthvað sem við, fólkið, þurfum öll að pæla í. Ekki bara tæknifólkið sem er að búa til AI. AI er nú þegar að breyta heiminum. Sum störf eru orðin sjálfvirk og fleiri munu hverfa, en það þýðir líka ný tækifæri. Störf sem við vitum jafnvel ekki ennþá. AI getur hjálpað við stór samfélagsmál eins og heilbrigðiskerfið eða loftslagsbreytingar, en við verðum að passa að það sé ekki bara stórfyrirtæki eða ríki sem stjórna þessu öllu. Við þurfum að tryggja að tæknin vinni með fólkinu, ekki bara fyrir þá sem eiga mest. Í lokin þá snýst þetta allt hvernig við bregðumst við. Þróunin gengur hratt, en sorglega lögin og siðferðið fylgja ekki alltaf með. Ef við leyfum AI að þróast án þess að setja reglur eða hugsa afleiðingarnar, þá getum við lent í vandræðum. Þarf að vera samvinna
milli stjórnvalda, fyrirtækja og fólks eins og ég og þú, svo við getum notað þessa tækni á ábyrgan hátt. AI er ekki bara framtíðin, hún er nútíminn. Og þó hún gæti gert ótrúlega hluti, þá þarf að passa að við týnum ekki sjálfum okkur í leiðinni. Því spurningin er ekki bara hvað getur AI gert, heldur líka hvað viljum við að hún geri. Þetta er eitthvað sem við verðum öll að taka þátt í að ákveða. Takk fyrir mig.